skulum við skoða jaðargildisverkefni. Við höfum áður skoðað uppáskildisverkefni. Uppáskildisverkefni er þannig að maður er með einhverjar diffurjöfnu og hér tekið dæmi annars stigs diffurjöfnu með fastastöðlum og svo fyrir utan diffurjöfnu er maður með 2 uppafskilyrði. Og séu að það sem gerir þetta að uppafskilyrðum er að við erum með uppslón í 0 og uppslón merkt í 0. Þetta getur til dæmis að vera staðsetningin við tíma 0 er eitthvað ákveðin og hraðinn við tíma 0 er eitthvað ákveðin. Nú ætlum við aftur á móti í staðinn að skoða jaðargildisverkefni. Það þýðir við fáum ekki uppafskilyrði heldur einhver jaðarskilyrði. Og þetta getur verið, aftur erum við bara með diffurjöfnu og svo erum við með einhver jaðarskilyrði. Það þýðir að ég fæ ekki gefið eins og hér hvernig fallið mitt er og afleiðan af fallin er í einhverjum punktin T0, sem ég kallaði 0 hérna. Heldur fæ ég vita hvernig fallið mitt er í 2 mismunandi punktum. Og þetta getur verið til dæmis, þetta er staðsetningin, sem sagt, ef við erum með stöngalengd L, þá fáum við vita eitthvað fallið mitt hér og eitthvað fallið mitt hér, einhver jaðarskilir, þetta er svona jaðarinn á svæðin okkar. Nú kemur í ljós að þegar við erum að skoða hlutaflega jöfnur, þá er eitt ákveð jaðargildisverkefni sem við höfum sérlega áhuga á og það er jaðargildisverkefnið sem lítur svona út. Hér er óþekkta mín stóra x, lambda er einhver fasti, sem sagt lambda er rauntala og við kemum fyrir bara x tvítifrað og ekki x diffrað, heldur bara x ódifrað og svo fáum við gefið að x í 0 og x í L, þar sem L er einhver rauntala, er 0. Og spurningin er núna, fyrir hvernig lambda, fyrir hvaða gilda lambda hefur þetta hérna verkefni áhugaverðar lausnir. Og því ég segi áhugaverðar lausnir, þá er mér lausnin sem er ekki bara x er jafnt á 0. Ef við skoðum aðeins þetta verkefni þá sjáum við, alveg til að byrja með, sjáum að x af t, ég ætla að kalla óháðbreytinu t hérna, jafnt á 0, er lausn. Úps. Hversin er það lausn vegna þess að ef við setjum 0-inn hér og setjum 0 tvítifraðinn hér, þá fæði 0 pluss lambda sem 0 sem er 0. Þannig að þetta er sannarlega lausn fyrir all t sem eru öntulur. En fyrir hvaða lambda fáum við eitthvað annað heldur en akkurat 0-lausnina. Nú, við sjáum að þetta hér er annars stigs diffurjöfna með fastastöðlum. Þannig að við vitum að við þurfum að skipta upp í 3 tilfelli. Annarkvort það sem að diskriminantin er minni en 0, jafnt á 0 eða stærri en 0. Þannig að við þurfum að gera þetta. Og þetta sem sagt hefur í öllum tilfellum. Þess að diffurjöfna hérna hefur kennimargliðina seta í öðru pluss lambda er jafnt á 0. Seta er þá óþekkt að breyta minn í kennimargliðinni. Ok, sem sagt, þetta er jafngildi að segja seta er jafnt á pluss eða mínus rótin af mínus lambda. Og nú sjáum við, ef lambda er minni 0, þá er þetta pósitív stærð hérna undir, þá erum við með 2 rauntölurætur. Það er að segja ef að lambda er ekki 0, vegna þess að þá erum við með 1 rauntölurót. Og ef lambda er pósitív stærð þá er allt í allt mínus undir rótinu og ég er með 2 tvintölurætur. Þannig að við skiptum upp í þessi 3 tilfelli. Ég ætla að taka fyrst tilfellið lambda er minni 0. Nú, ef lambda er minni 0, þá sjáum við að þetta eru 2 rauntölurótur. Þá hefur kennimargliðan 2 rauntölurætur. Nefnilega pluss rótin af mínus lambda og mínus rótin af mínus lambda. Lausnin í því tilfelli er þá, sem sagt almenn lausn, á diffurjöfni er x af t, ætla ég að kalla þetta, er jafnt á einhver fasti sinnum e í rótin af mínus lambda t pluss b sinnum e í mínus rótin af mínus lambda t. Nú þurfa jaðarskilyrði mín að vera uppfyllt. Það gerum við alveg eins og þegar við vorum uppáskildisverkefni. Við segjum x af 0 er eftir á 0. Það þýðir að þeir setja 0 fyrir t-ið
þá er fáið 0. Þess að a plus a sinum e í 0 sem er 1 plus b sinum e í 0 sem er 1 á að vera jafnt og 0. Þetta segir mér að a er að vera jafnt á mínus b. Ok, en nú erum við gefin einskilur viðbót, x af l er jafnt á 0. Þannig að segja ef ég með x af l er jafnt á 0. Það þýðir að ef ég set l inn í jöfnuna mína aðeina, þá er ég að fá 0. A sinum e í rótin af mínus lambda sinum l plus b sinum e í mínus rótin af mínus lambda sinum l á að vera jafnt á 0. Nú skulum við sjá, ég veit hérna a er jafnt á mínus b. Þannig að ef við ekki að smetla hérna inn, geta alveg sagt að b sé jafnt á mínus a. Þannig að hérna stendur mínus a sinum þetta. A er sem sagt sameiginlegur liður og við getum tekið hann út fyrir sviga. Þá erum við a sinnum e í rótin af mínus lambda l mínus e í mínus rótin af mínus lambda l er jafnt á 0. Ok, til þess að þetta verði 0 hérna vinstri hliðin, þá þarf annarkvort a að vera 0 og ef a er 0 þá er b jafnt á 0 vegna þess að þetta er sambandið á milli þeirra, eða þetta sem er inn í sviganum er 0. En ef við skoðum að þetta sem er inn í sviganum, þessa hérna stærð, við veitum að ef einhver veldi verður aldrei 0, þetta er ekki sama talan hérna, þetta er sikkvort veldið, nú þá er þetta ekki 0, þannig að þetta hér getur ekki orðið 0. Eini möguleikurinn er sem sagt að a og b er jafnt á 0. Það þýðir að a og b hérna í lausninu minni eru 0, sem sagt x af t er jafnt á 0, sem er ekkert mjög skemmtileg lausn. Það er skoða ekki mjög spennó. Ok, þannig að spurningin var fyrir hvaða lambda hefur þetta skemmtilega lausnir, allavega ekki fyrir lambda minna 0. Pröfum þá lambda jafnt á 0. Lambda er alltaf 0. Ég hef sett með kennimargliðina mína. Diffurjafnan til að rifja upp var svona. Jaðarskilurinn mín og líka afkallur randskilurinn eru svona. Kennimargliðan er seta í öðru pluss lambda jafnt á 0. Ef lambda er 0 þá stendur bara hérna seta í öðru jafnt á 0. Þannig að það þýðir að seta er jafnt á 0. Það er bara ein rauntölurót. Og ef þetta er rætur kennimargliðanar, þá er lausnin, sem sagt almenna lausnin, er x af t er jafnt og einhver fasti sinnum e í 0 sinnum t pluss b sinnum t sinnum e í 0 sinnum t. Það er að segja a pluss b t. Ok, bara smá sætnót. Þetta hefðum við auðvitað líka geta séð út frá því að við erum í jöfnuna x tvímert er jafnt á 0. Þannig að x mert er þá stofnfallið af 0 sem er einhver fasti c og x er þá stofnfallið af c sem er c sinnum t pluss einhver nýr fasti b. Sem sagt, fastanir heiti eitthvað annað en þetta er nákvæmlega það sama. Þú veist að nú ákvað ég bara að fara hina leiðina. Allavega, þetta verður niðurstaðan. Þá er það jaðarskilyrði mín. Jaðarskilyrðin segja ef x af 0 á að vera eftir 0. Það þýðir að a pluss b sinnum 0 á að vera 0. Sem sagt er a eftir 0. Ok, ef x af l á að vera eftir 0, þá stendur a er orðið 0, þannig þarf ekki að hafa hann með. Stendur b sinnum l er jafnt á 0. Nú gætum við verið með l jafnt á 0, en þá erum við bara með eitt skilyrði, því að það er þetta hérna skilyrði. Þannig að þetta hlýtur að gefa mér að b sé jafnt á 0. Þannig í þessu tilfelli er lausnin x af t er eftir 0.
sem sagt ekki mjög spennandi lausn. Þá eigum við eitt séns eftir lambda stærra 0. Skulum pröfa hann. Ef lambda er stærra en 0. Ég er ennþá með x tvímæðs pluss lambda x jafnt á 0. Ég er með x af 0 jafnt á x af l sem er jafnt á 0. Kenni margliðan. Seta í öðru pluss lambda jafnt á 0. Hefur rætur. Já, seta er jafnt á pluss eða mínus rótin af mínus lambda. Ef þetta er pósitív stærð, þá erum við að tala neikvæða stærð undir rótinni. Þannig að þetta er pluss eða mínus rótin af mínus einum sem rótin af lambda. Rótin af mínus einum er i. Þannig er rótin af lambda i. Nú erum við í tilfellinu ræturnar eru k pluss mínus i omega. K er 0 og omega er rótin af lambda. Það er þessi 3 tilfelli eins og þau vorum að lesa upp á skildsverkefnin. Þannig að lausnin í þessu tilfelli, sem sagt almenna lausnin, áður en ég nota jaðarskilin mín, eru svo mikið sem x af t er jafnt á einhver fasti sinnum sínus af rótin af lambda t pluss einhver fasti sinnum kósinus af rótin af lambda t. Og þá er það aftur. Nú er það upphafskilirðin. Segjum x af 0 á að vera 0. Það þýðir að a sinnum sínus af 0 pluss b sinnum kósinus af 0 á að vera eftir 0. Sínus af 0 er 0 þannig að hérna stendur, og kósinus af 0 er 1 þannig að hér stendur b er eftir 0. Ok, svo kemur x af l á að vera eftir 0. Munið, nú er b orðin 0 þannig að ég setja inn í þessi hérna, bara þennan hérna hluta. Þá fæ ég a sinnum sínus af rótin af lambda l á rétt og 0. Svo ég setja l-inn fyrir t-ið og ég áfót 0. Nú, hérna eru þeir möguleikar. A geti verið 0 eða sínus af rótin af lambda sinnum l geti verið 0. Ef a er eftir 0, nú, þá er ég með a eftir 0, b eftir 0 og þá er ég bara með 0-lausnina. Þess að ef x af t eftir 0, þá er x af t eftir 0. Leðilegt. Óspennandi. Nú, þá er það hinn möguleikin. En ef ekki a sem sínus, heldur sínus af rótin af lambda sinnum l er eftir 0. Nú, hvenær gerist það? Það gerist nákvæmlega þegar við erum með n sinnum pi hérna. Þannig að, já, þá erum við með rótin af lambda sinnum l er jafnt og n sinnum pi. N er einhver náttúrulega tala. Í raun og veru geti n hérna verið pósitív heildala en það kemur ljós ef við höfum mest áhuga á pósitívtölunum. Pósitív eða negatív heildala geti verið en þetta er mest áhugavert hérna. Ok, við segjum já, sem sagt lambda er þá n í öðru, pi í öðru, deilt með l í öðru. Fyrir þetta lambda fær jafnan áhugaverða lausnir. Lausninar eru, það er ein fyrir hvert einasta n og þær eru x af t er jafnt og, já það er 1 x fyrir hver einasta náttúrulega tölu er jafnt og hver á fastin við sínus sem var a og 1 fasti fyrir hvern sínus af n pi deilt með l sinnum t. Sjáðu, hérna inni átt að vera rótin af, ef við verum að setja hérna inn, rótin af lambda er auðvitað n pi l ef lambda er svona og setjum inn t. Og við erum búin að ákvæða b væri nú, við komst ekki hérna fram hjá því með þessu hérna skilur. Þannig að hér sjáðu þið, fáum við eina lausn fyrir hvert einasta n fyrir þessi hérna lambda, ef lambda er nákvæmlega þessari gerð. Þannig að jaðargildisverkefni sem við byrjuðum með, sem var akkurat að þessu hérna formi, það hefur bara áhugaverðar lausnir
áhugaverðar lausnir þá er ég að meina lausnir sem er ekki núllausnin fyrir þetta hérna lambda og lausninar eru í því tilfelli nákvæmlega þessar. Og þetta eftir að koma góðum notum við hlutaflega í öfnu reikningana.